Í hverri viku setja íbúar á Suðurnesjum 1 tonn af fötum í gáma Rauðakrossins. Hluti fatana svo seldur í Rauðakrossbúðinni á lágu verði. Hjá Rauðakrossinum á Suðurnesjum líka fataúthlutun einu sinni í viku og segir Halldóra Blöndal, sjálfboðaliði og verkefnastjóri, að starfið gangi fyrst og fremst út á það að hjálpa öðrum. Þannig að þið eru bæði að selja föt hérna og líka úthluta. Já, seljum, gefum bara, og það sem er bara svo frábært við þetta, það að geta hjálpa fólkinu hérna. Þú veist, ekki bara hælisleitunum, heldur líka íslendingum og öryrkjum og þessum atvinnuleysisbótum og langveikbörn og bara velkomin til mín. Ja, þannig að það alveg frá kirkjunni og Reykjanesbæ og hérna, og svo tek ég bara fólk líka af götunni sem ég sé, vantar þið föt, hóttu bara tíminn á miðvikudaginn, bara 3 eða eitthvað. Þannig að það bara, já, bara allir njóti. Og hvað gert við, nú seljið þið ekki tonn á viku, en hvað gert við hitt? Það fer inn í Reykjavík og við erum svo flott hérna í Keflavík, sko, þannig að það selt í búðunum í Reykjavík og Hafnarfirði og allstaðar, höfuðborgarsvæðinu og bara, já. Og síðan restin, hún pökkuð, þetta allt pakkað á hérna palléttur, rosa fínt og þvegið og eitthvað þessu lagað, síðan þetta sent til Hollands og þar koma svona efniskaupmenn og kaupa þetta, pæli í þessu. Og hérna, þannig að það má allt koma inn, þú veist, þó vantir rennilás eða bara, þú veist, rifi, tætt, tuskur, rúmföt, skítugt, það skiptir engu máli. Bara ekki henda neinu í tunnuna, sko. Allt fólkið sem flokkar fötin og vinnur í búðinni hjá Rauðakrossinum eru sjálfboðaliðar sem fá ánægjuna að launum. Og það já, við vinnum sjálfboðastarf og ég sé þessi skemmtilegasta sjálfboðastarf svo getur bara unnir, þú veist. Og það náttúrulega komið fólk hérna sem svo mjög svo gaman að sjá fólk koma hérna inn sem að byrja að vinna hérna og það kemur alveg, þú veist, bara bogið í baki og svona bara hefur ekki hitt fólk í langa tíma og þú veist, kemur hérna svo bara, það réttist bara úr því og það orðið bara svona, þú veist, eitt af samfélaginu, þú veist, sem var ekki, margir farnir ræktin eftir að koma og byrja hérna og reyfa sig og hérna við tölum mikið mataræði hérna og reyfingu og allir allt í að taka sig á, sko. Þannig að þetta svolítið, það svo margt í kringum þetta og enginn fær borgað. En við fáum bara ánæginn og gleðina og komast út og vera bara meðal fólks og gera eitthvað. Þú veist, gera eitthvað fyrir aðra. Það það sem að mér skipta bara máli. Þú veist, vera ekki alltaf fastur í sjálfu sér. Eins og áður kom fram kemur 1 tonn af fötum á viku í fatagáma Rauðakrossins í Reykjanesbæ. Einu sinni gerðist það að dýr slæða var sett í fatagám fyrir slysni. Það kom hérna slæða og hérna sem það var hringt hérna bara guð með góðar slæða, 170 svona slæða, sko. Og hérna kemur hérna inn og ég bara 170 svona slæða og ég menn það koma hérna, sko ég veit ekki hvað margar slæður hérna á mánuði og hérna, en ég hugsa ég hafi selt hann á 500 kall, mér grunar það, sko. Þannig að það einhver hérna í Keflavík sem með 170 svona slæðu. Þannig að, en ég veit ekki alveg merkið á henni, ekki alveg með það á hreinu. Það einhver heppin út í bæ. Ég sé að þið eru með tískufatna líka. Gefur fólk ykkur ný föt? Já. Og fullt af nýja fötum með merkir á. Bæði skó og föt. Allt. Mikið af flottum fötum. Föt sem verið að selja núna í búðum. Það að koma hérna inn. Þannig að það allt að koma. Og hvernig verðið svona með við það sem í búðum almennt? Mjög lágt. Við erum að selja frá 100 krónum upp í 2000 krónur. Jakkafötin dýrast á 2000. 3 hluti saman. Annars hérna barnafötin yfirleitt 100. Og í búðinni það frá 500 kjólar algott á 800 eða 1400. Þannig að þetta svona verðið okkur 500-800. Mjög algengt.